höldum áfram hérna í föstudagsþættinum og þá kominn tími til að tala hérna þessa bók, 30 dagar, og þú ert, já, hvað segir maður, rithöfundurinn eða þú ert? Jú. Potturinn og pannan á baku bókina? Já, potturinn og pannan í þessari bók. Já, má segja það. Það náttúrulega eins og alltaf, fyrsta spurning, þetta enn einn kúrinn? Takk fyrir að spyrja því. Nei, þetta lífstíl. Þetta leiðavísir sem á að leiða áfram og til þess að breyta lífstíl. Þarna ertu náttúrulega með allt frá því að vera með 90 daga matseðil, 150 uppskriftir, 5 mánaða æfingakerfi, þú ert með fullt af fróðleik og þetta svona eins og séra Hildur sagði í einu kommenti fyrir mig og sagði þetta svona eins og einkaþjálfari í bók. En þú alveg ruglaði núna í ríminu, þú sagði 90 dagar, svo sagði 5 mánuðir og bókin heitir 30 dagar. Já, þetta þannig að matseðilinn, það á að taka þessi 30 daga að komast inn í þetta hreina matræði. Og það eru 4 leiðir sem þú getur notað bókina. Þú getur tekið bara og nýtt hana sem uppskautabók, haft hana í eldhúsinu og tekið einu og eina æfingu út eða bara fara eftir æfingakerfinu og lesið fróðleikinn sem inni náttúrulega bara matræði almennt. Nú, svo getur tekið svo köllum öfugt inn í þessa 30 daga. Það að fara, ef þú ert mjög langt frá þessum matræði, þá byrjar það bara með allt inni og gefur þér 30 dagar til að detta inn í hina 30 dagana, skilurðu. Það byrjar á degi 60 af því að við erum með 3 mismunandi matseðla. Svo þessi 30 dagar hreini matseðill sem við erum svolítið að presentera í þessari bók. Og svo þessi sem erfiðasti, það fitubræðslu matseðill. Þá ég búinn að minnka ennþá meira ávexti, minnka meiri af rótagræmeti. Þannig að þú ert að tala um að það kemur cirka 30 dagar að koma sér inn í það að nýjan lífstíl, breytt matræði. Já, nákvæmlega. En hvers vegna að leggja út í það náttúrulega bæði til mikið af matreiðslubókum, mikið af svona heilsubókum. Hvað var það sem þú taldir að vanta á markaðinn sem gerði það verkum og þú ákvaðst að ráðast í þetta verkefni? Já, það náttúrulega engin svona. Það engin sem með þennan heildarpakka og það engin sem að stíla sérstaklega inn á það að vera með glúten og mjólkulaust og sykur líka, laustu sykur. Þannig að það vantar þennan heildarpakka og fólki vantar hugmyndir. Og þetta þarf að vera einfalt líka. Það sem að fólk alltaf að segja við mig í mínu viðskiptavinir í heilsuþjálfun að þú veist hvað ég að borða þarna og hvenær að borða þarna og ég bara að fá matseðil, bara að fá 90 daga og ég bara að vita hvenær á ég að borða þetta og akkur á ég að borða þetta og klukkan hvað liggur við. Þannig að þarna ertu komið með það, þú ert komið með 90 daga matseðil. En það ekki líka rosa mikið, allavega finn ég það bara tímaskortur. Bara, þú veist, það tekur tíma að versla inn í þetta og oft heilsusamlegri matur í undirbúningi og eldun. Já, ég skal segja bara þannig að þetta búið til að kallmanni sem að vill að hluturinn gerir svona og það þetta henda kallmönnum, það eru einfaldar uppskriftir. Ég ætla að vera í samstarfi með marga svona uppskriftavefi. Þetta eru uppskriftir sem ég búinn að vera að safna að mér, breyta, gera fyrir okkur fjölskylduna, má segja rauninni síðan 2003. Og margt kemur frá móður minn líka sem kemur, þú veist, sem þá orðið 45 ára gamalt. Þannig að þetta svona, já, þetta einfalt. Þannig að fyrir okkur sem viljum láta þetta gerast hratt, þá geti þetta virkað? Já, ég meina, það þarf alltaf skipulag og þarna færðu hvernig þetta skipulag Þá er hætt. Nei, tjók. Þarna veistu hvernig þetta skipulag Já. Þannig að heilsa náttúrulega, það líka dýrt að vera heilsulaus. Það vita það allir. Og tekur óbáslegan tíma að vera heilsulaus. Svo sé ég í þessari bók að það er mikið af æfingum, þannig að þetta ekki bara matur sem styður þá það sem hún sagði að þetta væri svolítið einkaþjálfari í bók. Já. Og þá ekki erfitt fyrir þig sem heilsuþjálfara, einkaþjálfara að vera svona, ertu ekki að kasta þig frá þér í þínu starfi með það? Nei, ég meina, þú veist, þetta bara brota því sem við erum að gera í heilsuþjálfun en þetta kemur fólki á stað. Þú farir ekki þetta í staðinn fyrir einkaþjálfara eða hvað? Nei, bara hver þín markmið? Þú veist, viltu hafa einhvern á bakinu sem að ýta þér áfram? Eða treyst til að gera þetta sjálfur? Þarna getur þú byrjað rólega, þú getur byrjað uppbytunaræfingar, bandauðslosun, svo getur þú farið bara í fitubræðslu, grunnæfingakerfi eða styrktarkerfi og svo teygir í lokin. Og þetta allt kennt og þú veist, í náttúrulega máli og myndum eins og maður segir. En þú veist, þetta bara brot af því sem við erum að gera í heilsuþjálfun. Þannig að ef þú veist, fólk sem að æfa hjá okkur, það ekkert að fara að kaupa bókina og bara nota hana. Þetta svona ákveðin bónus fyrir þá sem að búa bara einhvers staðar út á landi þar sem ekki líkasætt. Þú getur keypt dínu, rúllu og svo tegi og svo bara setna meira á bætur þú veist ketilbjöllu og þá bara komið með svona þitt eigið heima gym eða líkasett. Þannig að þú veist þetta svona, já.
Ljósmyndirnar eru, við töluðum það einhvern tímann, þegar ljósmyndir eru oft svo stór hluti í svona bókum og ég sé að bæði eru náttúrulega fallega myndir af sko matnum, en skemmtilega myndir af bara geispi og svona ýmsu sem lífgar upp á bókina. Hvaða leið voruð að hugsa í myndskreytingunni? Við Auðun er algjör snillingur. Auðun þá Níelsson? Auðun Níelsson sem er hérna á Akureyri. Hann er búinn að standa með mér í þessu síðan bara í maí á síðasta ári og einhverja myndir eru, örlítið eldri síðan, kannski í janúar, þetta er áskamlar. En aðalega er þetta myndir sem voru teknar í sumar og við náttúrulega viljum hafa hana líflega, við viljum sýna það að þetta er fyrir fjölskylduna. Þetta er ekki megrunarbók, þó að fólk sé að léttast á henni og aðrir komast kannski frekar í sína kjörþyngd sem þurfa jafnvel að braggast og þyngjast. Þannig að Auðun náði alveg að draga allt fram sem þurfti. Og þið hjónin eru módel þarna? Já, það verður bara að nota það sem maður hefur. Já, nákvæmlega, var þetta ekki skemmtilegt? Jú, þetta var mjög gaman og ég svo skrifaði í svona formálanum er að þegar Auðun byrjaði að mynda fyrsta réttinn, þá var ég fljótlega farin að líta á klukkuna bara hvort að var ekki að vera búinn. Af því að með fyrsta réttinn á þetta sirka hálftími. En hann er náttúrulega bara alveg fagmaður fram í þingumkomuna og virkilega vandvirkur og skila vel af sér og það er bara... Og það er náttúrulega bara nauðsynlegt þegar við verið að vinna með mat, þetta líti glæsilega út. Já, náttúrulega hönnun á bókin er í höndum hjá Forlaginu og hún er virkilega falleg hönnuð og ég hélt þegar ég var búinn að skila bókin af mér í enda september að þá var þetta bara svona komið sko. En þá hófst mest að vinna, það var það að vinna með hönnuð, það var að vinna með Nönnu Rögnvaldar sem var að ritstýra mér í þessu og þannig að það var svona mesta vinnan tók við þá, þannig að hausti það var bara undirlagt undir þetta náttúrulega. Ég hvet bara allir til að skoða þessa bók. Þetta er svolítið annar vinkil heldur en í mörgum öðrum bókum. Allavega það fyrsta sem ég nýti mér, bara girnilegar uppskriftir, segjum það svona. Ég var alveg til ykkur og svona kjúklingasúpu í kvöldmatinn. Ég er komin í eitthvað annað. Á hvað blaðsíður hún? Er það hún ætlar að klára að lesa þetta? Ég ætla að klára að lesa það fyrir. Takk hérlega fyrir komin og höldum áfram hérna í þetta bara eftir. Takk fyrir komuna, kærlega. 30 dagar, leið til betri lífstíls.